Jæja, krakkar mínir. Nú ætla ég að segja ykkur söguna það hvers vegna við höldum jólin. En jólin voru ekki alltaf til. Afi, víst hafa jólin alltaf verið til. Ég fekk póníhest. Ég fekk leikfangabíl. Ég fekk þetta í skólanum. Svona, krakkar mínir. Það ykkar svo gamall að hann man hvernig jólin voru í gamla daga. Þá fengu börnin kerti og spil og ný föt í jólagjafir. Við vorum að hlusta systkinin, Elli og Vilhjálm, flytja lagið. Ætla svona að fara að segja það sögu. Sagan Jesús En mitt. þá komið að Bjart yfir Betlehem. Jæja. En þannig var. Sem flytur En það bar til þessari mundir að boða kom frá Ágústus keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þau allir til að láta að skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem til að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími að hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann refum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm handa þeim í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir eru mjög hræddir en engillinn sagði við þá: Verið hræddir, því sjá ég boða þér mikil fögnuð. Yður það frelsari fæddur, sem Kristinn drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögu. Dýr sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun að. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins sögðu hirðarnir: Fyrir beint til Betlehems að sjá það sem gerst hefur. Og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndu og fundu Maríu og Jósef og ungabarnið sem lá í jötunni. Þegar þeir sáu það skýrðu þeir frá því þeim hafi verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust þegar það hirðarnir sögðu þeim. Og hirðarnir snéru aftur og vegsumuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð, en allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögunum Heródesar konungs komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem. Hvar hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp. Og erum komnir til að veita honum lotningu. Og stjarnan sem þeir sáu austur þar fór yfir þeim. Uns hana bar þar yfir sem barnið var. Þegar þeir sáu stjörnuna glöddust þeir harla mjög. Þeir gengu inn í húsið og sáu barnið og Maríu móður þess, féll fram og veittu því lotningu. Síðan lukku þeir og fjárhýslum sínum og færðu því gjafir. Ég færi þér gull. Ég færi þér reykjelsi. Ég færi mér ru. Þegar þeir voru farnir þá vitrast engill drottins Jósef í draumi og segir: Rísu, taki barnið móður þess og flý til Egyptalands. Það skal vera eins ég segi þér. Því að
Heródes mun leita barnsins til að fyrirfara þau. Þannig fór sjóferð þá. Þetta var nú skemmtileg saga. Mig langar að heyra hana aftur. Já, mér líka.